Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Sumarið er komið, ég í stuðbuxum. Til að fagna því ætla ég að búa til belgískar vöfflur. Verðum alltaf meira belgískara heldur en það. Ég er geðveikt spenntur fyrir þessu. Þetta er í fyrsta skipti sem ég mun búa til vöfflur. Nú ætla ég að gera vöfflur og ég er ógeðslega spenntur fyrir þessu. Á gasinu. Ég er ekki með þetta rafmagnskjaftaði. Bara svona, reyndar gallið við þetta, ég þurfti að þrífa þetta allt saman og reyndar eftir að þrífa smá. Ég ætla að byrja bara á uppskriftinni, þrífa smá og svo þarf ég að skal ég segja þeir kalla þetta á fagmáli to season the iron. Og já. Það er alveg mega hiti hérna. Það er engin lopapeysa, engin klútur. Ef þið saknað þess, þá kannski setja það í komment. Belgískar vöfflur coming up. Taka 2 belgískar vöfflur. Og það er mjög gott að gera þetta í hrærivél, en ég er ekki með neina hrærivél, þannig að ég verð einhvern veginn að reyna að treysta að þetta verður eiginlega svona deig. Þetta er ekki svona batter eins og á Íslandi. En allavega, það sem við þurfum í þetta er smjör, egg, sykur, nú man ég ekki, baking powder, hveiti. Já, og eitt svona styrkur af vanillu og svona vanillu ekstrakt. Smjörið. Það er helviti mikið af smjöri, Herðu, það var smá klúður hjá mér. Efri myndavélinn var eitthvað að klúra, en þetta er bara næstu í live þáttur, þannig að við bara höldum áfram. Og í rauninni er ekkert merkilegt á þessu efni sem nefnum bara ég var að mæla þetta og þetta fór í og allt einhvern veginn fór aðeins út allt, en ekkert mikið, bara eitthvað smá. Og en til þess að opna vaniluna þá sker maður svona og fer síðan hérna og tekur innan úr og þá kemur svona vanilu eitthvað. Hér í skellum við einu eggi í einu og það er betra að nota deigkrókinn á matvörsluvélinni ef það eigi svoleiðis, en ég á ekki svoleiðis, þannig að ég þarf bara að gera þetta svona. Og hérna þriðja og seinasta eggið. Já. Þetta hefði átt að fara í áður, gleymdu þessu. Svona. Ég elska þessa lykt. Mér sýnst þetta að vera bara svona nokkuð akkurat. Nú kemur góða stöfið, Smérið. Það var að hella því bara svona smá í einu úti. Ætli vöffluvagnin fara á hausinn núna? Ég vona ekki. Herri, ég held að svei mig þá að þetta sé tilbúið. Þá er þetta svona smá svona lím. En þetta er ekki konsistansíið sem við erum að leita. Við erum, er ég að gleyma enn einu. Skellum hérna. Smá meiri vanilu úti. Svo er ég hættur. Alltaf gleymi. Það er hrærivinnunni lokið. Þetta er ekki smá heitt hérna maður. En þetta fer bara inn í ísskáp sem ég er ekki með hérna, þannig að ég fer niður með þetta í ísskáp, svindla enn og aftur.
tilbúið undir kryddingu. Sko, gárungarnir segja að það sé best að steikja bacon og fá þannig hérna brenna inn fituna þar. Þannig ég ætla að reyna að gera það bara. Hvað er að puttana þetta mun virka? Það er fítur að koma hérna út. Á meðan við erum að fylgjast með þessu, þá langar mér að segja ykkur frá hérna, það er nýr sérleikur bara á þessum þætti. Þannig að allir þeir sem séra og kommenta undir þessum þætti, þeir eru komin í pott. Pott í soðboð. Og það, ég skal lofa því að soðboð verður heljarinnar veisla. Pörun með bjór. Ég skal segja, ég get gefið ykkur hint að ég mun nota rosa stóran pott til þess að elda máltíðina. Og þetta er ekki pottréttur. Þetta er meira eins og kjöt, steik, eitthvað. Tjóðið þetta heitt maður. Það áttur að lykta baconum með ókomna tíð. Ok, síminn er hann of heitur. Þannig að þetta er eitthvað. Það er heitt í soðinu maður. Nú ætla ég að pröfa. Deigið er ég nokkuð vissum að eiga að vera svona. Það er deigið hérna í. Það á að vera alveg hnausþykkt. Svo tekur maður bara svona smá bita. Nú veit ég ekkert hvað ég að setja mikið okkar. Þetta er algjör hérna, Kristína, tilraunir Kristins. Það er einhver hljóð allavega. Svo ætlum við að lúka ekki bara. Gerum bara einu í einu. Þetta er ábyggilega einhver svaka kúnst, sko. Það er eitthvað í gangi hérna. Hvað? Veit ég nú ekki. Það er eitthvað hljóð, sko. Ætli þeir eru að snúa, kannski. Þetta getur verið að virka. Sko, ég er rosa óöruggur með þetta, því ég hef aldrei gert þetta áður, en þið getur treyst mér á hérna allavega það sem á að setja á pönnukökuna. Gæti líka virka á pönnukökur og ýmislegt. Ég er nokkuð vissum að það verður eitthvað. Viljið sjá þetta? Já, það er hérna, það er smá hérna eftir. Það er alltaf leið, held ég, hver veit. Þetta er nokkuð vöfflulegt allavega. Ég segi við bara gerum meira. Þetta finnst mér ógeðslega spennandi. Næst, hvað er þetta minni sykur? Svolítið mikið sykurbragð. Eru það að sjá þetta? Eru það að mynda þetta? Sjáu þetta, krakkar? Sjáu þetta? Eru það að sjá þetta? Vá! Eru það að sjá þetta? Ok, þetta er að virka. Sjáu þetta.
komið nógu vöflum fyrir mig. Ég ætla að hérna skreita nokkrar. Ok. Ég ætla að byrja á því búið til smá hvað er ég að gera? Ég ætla að byrja á því að búið til smá bláberja sósu. Þá er ég bara með bláber hérna. Við skellum þeim bara hérna úti. Það er kannski ekki svona mikið. Tími ekki svona miklu. Það er dansa hérna ofan í alveg. Það hjálpaði mér þá kannski alltaf að setja smá vatn. Sakar ekki. Sko, ég veit ekki hvort það taki eftir því en ég er allavega orðinn svakalega miklu kátari núna heldur en ég var áðan út af því að ég var eitthvað svo stressaður að þetta myndi ekki virka. Sjáðu fjólubláa litir hérna. Meðan þetta er að eldast, þá ætla ég að þeyta rjóma. Bórveli. Þetta er mikið sull. Oh shit. Ég byrjar að búa til smjör. Þá er bara plan B. Ég gera smá svona fancy cut í hérna jarðarberinn. Spurning hvort að Karen er systur. Finnst þessi matur ljótur líka. Til kassið minn. Og í honum ekki ísinn svo hann myndi ekki brána hann upp í þessum hita. Alveg óþarf að hafa þetta eitthvað ófallegt. Jæja. Ég held að mér hefur bara tekist. Hérna þessi átti að vera með rjóma og bláberjónum og jarðarberjónum. Það tókst ekki. Því ég var að byrja að búa til smjör. Og hérna erum við með bacon og ís. Ég ætla að byrja hérna á bláberja og jarðarberja. Sjá hvernig það er. Svo er það stöðug hérna. Geggjað að fá svona bit af jarðarber. Það var bara í sumar. Það er komið aðra tegund af hérna. Þau eru eiginlega með 3 tegundur af vöflum hérna í þessu landi. Pínu. Bacon og ís. Ég er búinn að vera að leika mig svolítið með að pröfa bjórsíróp. Ég er svona að finna út svona með hvernig bjór að búa til bjórsíróp. Þetta er alveg svona bjórhunang. Maður getur kannski kallað þetta bjórhunang. Og hérna svona hunangið af bjórnum. Ég get séð það koma henni yfir. Smá sætu ofan á þannig að það er svona það er rjóminn eða ísinn hann undir. Svo kemur saltið og svo kemur sætan og bjórinn ofan á. Það væri geggjað. En já.
bara kvöldmaturinn minn. Takk ykkur fyrir að horfa. Minni ykkur á, ég sagði ykkur áðan hérna af share leiknum. Sharið þetta vídeo, skellið í komment undir að þið hafið hérna sharað þessu vídeói og þá eruð þið komin í pott til þess að komast í soðboð. Náum að fylla internetið af soði. Mér finnst svo gaman að láta kýtla egoið. Höfum þetta ekki lengra. Ég ætla að klára þetta og setja ísinn í ísskáp og eitthvað. Komið tími til. En gaman að sjá okkur. Ég sé ykkur ekkert. Ég sé bara myndar. En vonandi var gaman að sjá mig.